Við höldum áfram hér í föstudagstættinum og hingað komið góður gestur. Hún félagsráðgjafi og hefur látið drauma og gyðjur mikið til sín taka. Valgerður, velkomin aftur til Akureyrar. Jú, takk. Það gott. Er það ekki? Jú, það góð tilfinning. Hvernig tók þeir þarna fyrir sunnan? Jú, mér var mjög vel tekið fyrir sunnan og þetta voru góð ár. Ég var þarna 5 vetur og það var bæði gott og gagnlegt og lærdómsríkt og nærandi og allt mögulegt. En það líka gott að koma heim. Já. Og þú ætlar að fara að fræða okkur enn meira drauma og gyðjur og sjamanisma. Segðu mér aðeins hvernig ætlar að gera þetta? Jú, sko, síðustu 14 ár það hef ég starfað sjálfstætt undir yfirskriftinni Vanadís, rætur okkar draumar og auður. Og í þessu starfi mínu sem að felst fyrst og fremst í námskeiðahaldi og handleiðslu og ráðgjöf, líka svona ýmiss konar viðburðum og svona. Þar hef ég lagt áherslu, getum við sagt, á 4 þætti sem tengjast nú allir þessari yfirskrift. Vanadís, sem sagt. Hver það? Vanadís Freyja, gyðjan sem við þekkjum sem Freyju. Það er að segja gyðja, dís þýðir gyðja. Þetta sama orðið og deus og dea á latínu sem þýðir guð. Já. Þannig að dís gyðja og Vanadís var Freyja, hún var gyðja vanana. Og vanirnir voru, fyrir þau sem muna, það voru svona æsir og vanir og jötnar hérna í gamla daga, í gömlu trúnni. Og vanirnir voru táknin fyrir frið, frjósemi, ástir og svona og jafnrétti, ekki síst. Þar sem að þau systkin, Freyr og Freyja, voru jöfn og voru svona systkin hlið við hlið, svolítið eins og Ísis og Ósíris í Egyptalandi. Ólíkt til dæmis eingyðistrúnni, þar sem að bara einn guð og hann á enga systur eða konu. Og þessi gamla trú, vanatrúin, hún var mjög jarðtengd og náttúrutengd. Og í mínu starfi og þessum námskeiðum þá er ég að nýta fornfræði, bæði fornar sagnir, bæði okkar eigin sagnir, en líka ævintýri og þjóðsögur og ýmislegt svoleiðis, og goðsagnir annarra heimshluta til þess að reyna að skilja söguna, skilja hvernig þetta misvægi sem komið á, hvernig það hefur komist á, hvernig þessi þætti sem við kennum við karllæga þætti, svona að keyra áfram, byggja upp, stækka, græða, stríð, þið veitir þetta allt saman, hvernig það hefur bara einhvern veginn alveg tekið yfir og þessir þættir sem að við kennum við vanadísina eða gyðjuna eða svokallaða kvenlæga þætti sem eru umhyggja, heildarsýn, vil ekki segja nægjusemi, þetta bara svona einhvern veginn og viðhalda jafnvægi, að viðhalda þessu jafnvægi, það hefur einhvern veginn farið síðustu 4-5 þúsund ári en þá hefur það smá saman fjarað út. Og við vitum hvert það hefur leitt okkur, En hvernig nýtur það í námskeiðunum? Hvað viltu fræða? Hvernig viltu fræða okkur? Það sem ég vil gera með námskeiðunum, það sem ég geri með námskeiðunum, er að ég bý til einhvers konar pakka, einhvers konar nám, sem ýmist með áherslu á bara sjálfstekkingu, það að manneskjan átti sig á sjálfri sér og hvernig hún virkar, sjálfsmyndinni sinni og hvað hefur áhrif á það og allt saman. Má kannski segja að það sé hluti af öllum mínum námskeiðum, öllu því sem ég er að gera í rauninni. Læri að nýta ýmis tól til þess og þar eru draumar og sagnir, ævintýri til dæmis að skoða táknmyndirnar sem birtast annars vegar í goðsögnum og ævintýrum og hins vegar í draumunum okkar. Þetta eru að miklu leyti sömu táknin sem eru svona einhvers konar innra
táknmyndasafn sem við höfum öll í okkur og getum lært að nýta. Til eitthvað sameiginlegt táknmyndasafn og svo til eitthvað sérstakt? Það til sameiginlegt táknmyndasafn sem að virðist vera sameiginlegt víðast hvar í heiminum og virðist bara einhvern veginn búa hreinlega í frumuminnin okkar eða genunum okkar og einhvern hátt. Síðan þetta menningarbundið táknmyndasafn sem að hefur þróast og mismunandi menningarsamfélögum og síðan persónulegt táknmyndasafn, getum við sagt, sem hver og ein manneskja hefur byggt upp á sinni ævi í sínu, eftir því hvar áhugi hennar liggur, hvernig líf hennar eða hans hefur verið. Og ég nýti sem sagt mikið drauma á námskeiðum og held þannig námskeið. Síðan námskeið sem að byggja meira á sögunni og skoða menningarsöguna, gyðjumenninguna og kvennasöguna, muna bara að við höfum ekki alltaf búið í karlstýrðum heimi og hvernig þetta breyttist og hvernig hugsanlega það að breytast aftur og hægt að breyta því aftur. Og síðan það sjamanisminn sem að tengist þessu öllu og sjamanisminn í rauninni í mjög stuttu máli þessi fornufræði sem einu sinni voru allstaðar í heiminum. Allar þjóðir byggðu á, sem vanamenningin byggði á, sem að snýst það að horfa á heiminn sem heild og lífið og tilveruna sem heild og allt snýst það að viðhalda jafnvægi og skapa jafnvægi ef það raskast. Og núna ég sem sagt að láta ákveðin draum rætast. Ég hef verið oft með svona ég hef verið með stuttnámskeið, helgarnámskeið, stundum námskeið sem ná yfir nokkra vikur. En mér hefur alltaf langað til þess að fara meira á dýptina og sumir myndu nú kannski segja 14 ár verði alltaf langur tími til þess að komast þangað. Það nú bara tvisvar sinnum 7. Já, einmitt, heilug tala. Og það dagarnir frá því tungl kviknar og þangað til að fyllist. Akkurát. Og þannig að því leyti til svolítið skemmtilegt. Og nú ég semst að láta þann draum rætast að búa til tvenns konar nám. Annars vegar sem bara næri yfir heilan vetur og það sem þáttakendur sem að koma inn í þetta nám fara virkilega á dýptina í fræðunum. Læra þetta almennilega, ekki bara ég að segja eitthvað og þau að taka við einhverju heldur og þau að lesa sér til og vinna með þetta. Það annars vegar nám í gyðjufræðum og menningarsögunni allri. Sérstaklega menningarsögu kvenna sem að hefst í október og endar í maí og sem sagt einn hópur, lítill hópur sem að vinnur þannig. Og hins vegar ég í samstarfi við konu sem heitir Elisabeth Lorance, nú ég næstu búin að segja á ensku, en hún bara alls ekki ensku, hún bara íslensk. Þetta Elisabeth Lorance og býr fyrir sunnan. Býr á Stokkseyri og vinnur mikið í Reykjavík. Ég bý í Fnjóskadal og vinn á Akureyri. Og við höfum unnið saman síðustu ár með draumahópa. Og núna ætlum við að bjóða upp á nám, heilsvetrarnám, í það sem við kallum draumsaga, sem nám í draumafræðum og hvernig þú getur í rauninni nýtt draumana til þess að hafa áhrif á vökuna. Til þess að vinna með vökuna og þar með að hafa áhrif á þína sögu. Hvernig þú nýtir drauman í rauninni sem brú á milli dulvitundarinnar eða undirvitundarinnar sem að í henni allt sem þú veist. Allt sem þú veist sjálfa þig og allt sem þú veist heiminn, en þú bara veist ekki að þú veist það. Og svo hitt sem að þú veist og þú getur tengt þetta saman. Þannig í náminni vetur þá verður þetta í boði. Fyrir þá sem vilja nálgast þig og námið, hvert eiga að vera Það langbest að senda mér tölvupóst á vanadís@vanadís.is, það auðvelt. En svo ég náttúrulega á Facebook, bæði ég sem Valgerður og Vanadís líka. Og þar eru alls konar upplýsingar þetta tvenns konar nám, þetta tvenns konar nám. Spennandi vetur framundan hjá þér. Mjög spennandi, ég hlakka mikið til. Já, ég skil það.
En við ætlum að halda áfram og ég þakka þér fyrir komuna, Valgerður. Við ætlum að fara til Skotlands með honum Karli Eskil Pálssyni og Elvari tæknimanni.